Jesús kom til Jerikó og gekk gegnum borgina. En þar var maður Sakkeus hét. Hann var yfir tollheimtumaður og auðugur. Langaði hann að sjá hver Jesús væri, en tókst það ekki fyrir mannfjöldanum því að hann var lítill vexti. Hann hljóp þá á undan og klifraði upp í mórberjatré til að sjá Jesú, en leið hans lá þar hjá. Og Jesús kom þar að, leit hann upp og sagði við hann: Sakkeus, flýt þér ofan. Í dag ber mér að vera í húsi þínu. Hann flýtti sér ofan og tók á móti honum glaður. Þeir sáu þetta, létu allir illa við og sögðu: Hann þiggur boð hjá bersyndugum manni. En Sakkeus sneri sér til drottins og sagði við hann: Drottin, helming eigna minna gef ég fátækum, og hafi ég haft nokkuð af nokkrum, gef ég honum ferfalt aftur. Jesús sagði þá við hann: Í dag hefur hjálpræði hlotnast húsi þessu, enda þú líka niðji Abrahams. Því að mannssonurinn kominn að leita hinu týnda og frelsa það. Jesús sagði þeim sem höfðu hlýtt á hann aðra dæmisögu, því að hann var í nánd við Jerúsalem, og þeir ætluðu að Guðs ríki myndi þegar birtast. Hann sagði: Maður nokkur tíinborinn fór í fjarlægt land til þess að taka við konungdómi og koma síðan aftur. Hann kallaði 10 þjóna sína, seldi þeim í hendur 10 pund og sagði við þá: Verslið með þetta þangað til ég kem. En landar hans hötuðu hann og gerðu sendimann á eftir honum til að segja: Við viljum ekki að þessi maður verði konungur yfir okkur. Nú kom hann aftur og hafði tekið konungdóm. Þá lét hann kalla fyrir sig þjóna þá hann hafði selt féð í hendur, til þess að vita hvað hver hefði grætt. Hinn fyrsti kom og sagði: Herra, pund þitt hefur ávaxtast 10 pund. Konungur sagði við hann: Gott, þú góði þjónn. Þú varst trúr í mjög litlu og því skaltu ráða fyrir 10 borgum. Annar kom og sagði: Pund þitt, herra, hefur gefið af sér 5 pund. Hann sagði eins við hann: Þú skalt og vera yfir 5 borgum. Enn kom einn og sagði: Herra, hér pund þitt. Ég hef haft það geymt í dúki, því að ég var hræddur við þig. En þú ert maður strangur og tekur það út sem þú lagðir ekki inn og uppsker það sem þú sáðir ekki. Konungur segir við hann: Illi þjónn, eftir orðum þínum dæmi ég þig. Þú vissir að ég maður strangur sem tek það út sem ég lagði ekki inn og uppsker það sem ég sáði ekki. Hvers vegna léstu þá ekki fé mitt í banka? Þá hefði ég fengið það með vöxtum ég kom heim. Og konungur sagði við þá hjá voru: Takið af honum pundið og fáið þeim sem hefur 10 pundin. En þeir sögðu við hann: Herra, hann hefur 10 pund. Konungur svaraði: Ég segi ykkur, hverjum sem hefur mun gefið verða, og frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða, jafnvel það sem hann hefur. En færið hingað þessa óvini mína, sem vildu ekki að ég yrði konungur yfir sér, og höggvið þá frammi fyrir mér. Þá Jesús hafði þetta mælt, hélt hann á undan áfram upp til Jerúsalem. Þegar hann nálgaðist Betfage og Betaníu við Olíufjallið, sem svo nefnt, sendi hann 2 lærisveina sína og mælti: Farið í þorpið hér framundan. Þegar þið komið þangað, munuð þið finna fola bundinn sem enginn hefur enn komið á bak. Leysið hann og komið með hann. Ef einhver spyr ykkur: Hvers vegna leysið þið hann? Þá svarið svo: Drottinn þarf hans við.
Þeir sem sendir voru, fóru og fundu allt vera eins og Jesús hafði sagt þeim. Og þeir leystu folan, sögðu eigendur hans við þá: Hvers vegna leysið þið folan? Þeir svöruðu: Drottinn þarf hans við. Og fóru síðan með hann til Jesú. Þeir lögðu klæði sín á folan og settu Jesú á bak. En þar sem hann fór, breiddu menn klæði sín á veginn. Þegar Jesús var að koma þar að, sem farið ofan af Olíufjallinu, hóf allur flokkur lærisveina hans að lofa Guð, fagnandi hárri raustu fyrir öll þau kraftaverk þeir höfðu séð, og segja: Blessaður sé konungurinn sem kemur í nafni Drottins, friður á himni og dýrð í hæstum hæðum. Nokkrir fariseyjar í mannfjöldanum sögðu við hann: Meistari, hasta þú á lærisveina þína. Hann svaraði: Ég segi ykkur, ef þeir þegja, munu steinarnir hrópa. Og Jesús kom nær og sá borgina, grét hann yfir henni og sagði: Ef þú hefðir aðeins vitað á þessum degi hvað til friðar heyrir, en nú það hulið sjónum þínum. Því að þeir dagar munu koma yfir þig, að óvinir þínir munu gera virki þig, setjast þig og þröngva þér á alla vegu. Þeir munu leggja þig að velli og börn þín sem í þér eru, og ekki láta standa stein yfir steini í þér, vegna þess að þú þekktir ekki þinn vitjunartíma. Þá gekk hann inn í helgidóminn og tók að reka út þá voru að selja. Og mælti við þá: Ritað hús mitt á að vera bænahús, en þér hafið gert það að ræningjabæli. Daglega var hann að kenna í helgidóminum, en æðstuprestarnir og fræðimennirnir, svo og fyrirmenn þjóðarinnar, leituðust við að ráða hann af dögum. En fundu eigi hvað gera skyldi, því að allt fólkið vildi ákaft hlýða á hann.